morguns var það í byrjun vikunnar, þá vel ég heyrði engill sagði, hvert sérðu þar? Jesús ei hér, hann upprisinn á ný. Þá ég aftur heyrði það, mig nefndi röddin hlý. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, innra með þér ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri einsemd vart við sig, ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, ef þú leyfir mér. Ég trúi á Guðs son, sigraði gröf, og sjálfur aðeins hann gefi björgun að gjöf. Illa mig kallaði og bauð mér kærleik sinn, því kalli gleymi ei, hans boðskapur mér. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, innra með þér ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri einsemd vart við sig, ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, ef þú leyfir mér. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, innra með þér ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri einsemd vart við sig, ég nær og styrki sig, upp ég lyfti ávallt þér, ef þú leyfir mér. Árla morguns var það í byrjun vikunnar, þá víst minn drottinn sagði, leita hjá mér huggunar. Gleðilega páska og velkomin á helgistund í Lindakirkju á páskadag. Það var Katrín Valdís sem söng einsöng í laginu Ekki gráta, elsku barn, en við píanói situr Óskar Einarsson og með honum í dag eru auk Katrínar þau Andrea, Áslaug Helga, Ásta Sóllilja, Gógó og Gunnar. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Við segjum Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Lifandi drottinn, með upprisu sona þíns hefur þú tekið allan mátt frá dauðanum og lætur kunngera öllum heimi fagnaða boðskapinn hjálpræðið í Jesú Kristi. Send okkur styrk og kraft trúarinnar og sigra efan. Leið okkur öllum að taka með fögnuð undir lofsöng páskana með öllum þeim sem bera vitni að Kristur risinn frá dauðum og lifir og ríkir að eilífu. Amen. Og nú fáum við að heyra lagið Minn drottinn reis frá dauðum. Minn drottinn reis frá dauðum, í dag hann á jörð, þótt veröld ekki viti, það veit hans litla hjörð.
Guðspjall dagsins er ritað í Jóhannes Guðspjalli og hljóðar svo. Fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steininn tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símona Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá. Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinin og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman. En hinn lærisveinin hljóp hraðar, fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut inn og sá línblæjurnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem verið hafði höfuð hans. Sveitadúkinn lá ekki með línblæjunum heldur sér, saman vafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinin sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna, að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Nú er ég frjáls.
Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Gleðilega páska. Gleði boðskapur páskahátíðarinnar birtist okkur í 3 orðum. Hann er upprisinn. Jesús er upprisinn. Þessi boðskapur hefur hljómað í kristnum löndum í 2000 ár. Hann hefur talað inn í erfiðar aðstæður fólks og haft áhrif á einstaklinga og samfélög. Á þessum boðskap hvílir kristin kirkja allan heim. Það er ekki fyrr en eftir að Kristur er upprisinn sem atburðirnir fá sitt rétta samhengi. Þá skynja lærisveinar Jesú þann kraft sem felst í ræðum hans og verkum. Þegar þeir verða vitni að sigri lífsins á dauðanum breytist allt. Og þeir bera frásagninar óhræddir og uppréttir áfram þrátt fyrir margs konar mótlæti. Og hinni fyrstu kristnu söfnur verða til. Og enn í dag komum við saman í Jesú nafni og upprissan hefur þýðingu fyrir okkur í dag. Upprissu trúin gefur okkur kraft til að halda áfram eða byrja upp á nýtt. Og þar er vonin svo mikilvæg. Hinn kristna von birtist í krafti upprissunar frá ósigurum lífsins og mistökum. Það er sá kraftur sem ger okkur kleift að eignast nýtt líf og fara frá myrkrinu yfir í ljósið. Það er sá kraftur sem ger okkur kleift að byrja upp á nýtt, þrátt fyrir yfir þyrmandi skömm og sektarkennd. Hinn kristna von gerir allt þetta mögulegt vegna upprissu Jesú Krist frá dauðum. Þar sem það sem í fyrstu leit út fyrir að vera endalok Krists varð hinn sanna byrjun og hann sanna upphaf og upphaf kristinnar trúar og kristinnar kirkju allan heim. Og við skulum ekki gleyma því. Og þess vegna megum við ekki gefast upp, heldur við eigum að vænta þess að við hver endalok eða tímamót sé einnig nýtt upphaf. Þegar hjónaband endar með skilnaði, til dæmis, eða þegar við hættum að vinna, þá er ákveðnum kafla í lífinu lokið, en bókin er ekki búin. En til þess að við getum byrjað upp á nýtt, þá verðum við að vera tilbúin til að sleppa tökunum á því sem olli okkur þjáningu og því sem okkur skortir. Og ef við höfum augun opin og leitum að nýja upphafinu, þá mun það koma. Hinn kristna von gefur okkur hugrekki til að rísa upp frá mistökum okkar, vonbrigðum og ósigurum lífsins og byrja upp á nýtt. Og við getum tekið sem dæmi þegar einstaklingur losnar á fjötrum fíknar og eignast nýtt líf. Það krefst hugrekkis og vonar og það getur trúin gefið okkur. Enginn er fullkominn og fáum ef nokkrum tekst að komast í gegnum lífið án þess að gera mistök. Þegar barn lærir að ganga og dettur á bossan, þá er það allt í lagi, að því barnið lærir að standa aftur upp, að rísa aftur á fætur. Kristin trú er upprissu trú og upprissa er bókstaflega bara það að rísa aftur upp. Og ég sé að þannig fyrir mér að þegar við misstígum okkur á hrösum, að þá fylgist Guð með okkur og hvetur okkur til þess að rísa aftur upp. Og trúin gefur okkur styrk til þess að rísa upp og frelsi til að byrja upp á nýtt. Enn á ný. Nýtt upphaf og ný von. Og vonin felst í því að uppgöta og sjá ný tækifæri. Dýr sé Guði Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Og þá fáum við að heyra Halleluja og Guð við lofum þig. Og þar syngur hún Gógó einsöng. Halleluja,
Við skulum biðja. Góði Guð, takk fyrir að þú ert með okkur allar stundir. Takk fyrir að þú reisir okkur upp og hvetur okkur áfram þegar við þurfum á því að halda. Viltu umvefja þau sem eigum sárt að binda og mæta þeim á þann hátt sem þau þurfa. Þess biðjum við í Jesú nafni. Og allar bænir okkar felum í bæni sem hann kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og það er hún Áslaug Helga sem syngur einsöng í næsta lagi, sem er Drottinn sem ég trúi á, en lagið er eftir Andrew Crouch og textinn eftir séra Guðmund Karl, sóknarprestin okkar. Min Drottinn Jesús betur var og syndir heimsins bar. Hann leysir mig úr neyð og leiðir heim. Drottinn sem ég trúi á.
Þá fer að líða lokum hjá okkur og ég þakka ykkur kærlega fyrir stundina. Friður Guðs sem æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. Gleðilega páska og við ljúkum stundinni með laginu Upprisin er hann. Upprisin er hann, húrra, húrra. Hann lifir, hann lifir, hann lifir enn. Hann lifir, hann lifir, hann lifir enn. Tóm er gröfin og opin, því ekki meistarinn hér. Klæðin hans liggja þar inni en enginn veit hvar hann er. Enginn veit hvar hann er. Upprisin er hann, húrra, húrra. Hann lifir, hann lifir, hann lifir enn. Hann lifir, hann lifir, hann lifir enn. Glöð við þökkum þér, Jesús. Við þekkjum hver